það eru komnir góðir gestir hérna upp á svið til mín og við ætlum að ræða örlítið miðhálendis þjóðgarð. Það eru ýmsar áskoranir og spurningar sem vakna eins og Óli fór nú ágætlega yfir hérna með okkur áðan og það eru auðvitað miklir hagsmunir í húfi og svo fram eftir götunum. Mér langar að byrja að spyrja ykkur og kannski byrja bara á þessum enda, sko varðandi þegar á að ráðast í svona stórt verkefni eins og miðhálendis þjóðgarð eins og svona ætlunin á vegum stjórnvalda. Hverjar eru svona helstu, ef við reynum að taka saman svona helstu áskoranir sem felast í slíku verkefni og nú gef ég bara boltan hérna yfir á þig, stóru áskoranirnar. Já, stórt spurt. Þetta náttúrulega alveg risavaxið verkefni og þetta mjög spennandi og þetta sem mjög mikilvægt allavega að mínu mati að sé unnið í mikilli sátt við þjóðina bara alla og þarna eru yfir 20 sveitafélög sem hafa aðkomu að garðinum og margir náttúrulega sem eru nú þegar að nýta einhverju leyti í hálendi. Þannig að sko eins og allavega við höfum, af því að nú sitt ég og hefur kannski komið fram, ég sitt í þessari þverpólitísku nefnd og ég mjög ánægð með það hvernig verið að nálgast þetta því að mikið talað sem sagt samráð og samtal. Og það svo greinilegt að eftir því sem við tala meira þetta og fólk gefur sér tíma í það og kynni sér þetta, þá svona finnum maður að þá breytist svolítið viðhorf gagnvart því að stofna þjóðgarð. Og það eins og hefur komið hér fram í dag og ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir þetta frábæra þing. Þetta búið að vera alveg virkilega upplýsandi fyrst skipt sem ég mæti á einhverjum og það hafa komið svo margar hliðar hérna fram sem að ég bara núna ennþá að melta og velta fyrir mér. Þannig að ég held svona þær eru mjög margar og þetta eins og við höfum verið að tala að skipta svona svæðunum upp, verndarsvæðunum á þessu risastóra svæði. Ég held að það sé alveg leið svona til þess að það bæði flókið en það líka tækifæri í að ná sátt hvernig við ætlum að byggja svona garð. Kannski hérna, að því að við erum svo mörg hérna upp á sviði, kannski ef ég byrði fólk svona að segja örlítið bara hvað það bara svona í einni setningu hérna áður en við höldum áfram. Já, ég sem sagt heiti Dagbjört og sveitastjóri í Þingeyjarsveit og kem þaðan og búin að koma að vinnu þessa miðhálendis þjóðgarðs eða hugmyndir hann. Heyrðu, mér langar bara að halda eins áfram með þennan þráð sem við erum að ræða. Við erum að tala áskoranirnar, þetta svona algjör tungubrjótur og hérna allt góð með það. En bara svona ef við höldum okkur örlítið á þeim nótunum áður en við förum yfir í annað verkefni og þú einmitt kannski bara segir okkur bara örstutt hvaðan þú ert. Já, takk fyrir það. Ég heiti Oddný Steina og ég formaður Landssamtaka sauðfjárbænda og vil kannski bara nálgast umræðefni þá dálítið frá því sjónarmiði. En það auðvitað þannig eins og við þekkjum að hálendið samanstendur af mörgum afréttum og bændur eða jarðir sveitana hafa nýtingarrétt á þessum afréttum. Og það auðvitað það sem kannski mér efst í huga þegar ég hugsa þessi mál, það sem sé að þessi réttur sem skilgreindur í rauninni sem eignarréttur, að það sé svona borin virðing fyrir honum því að okkur þykir vænt afréttina okkar og við viljum nýta þá vel og við erum líka að hlúa þeim, við erum að stunda uppgræðslu á afréttunum á mörgum hverjum afrétt allavega. Þannig að já, það mér efst í huga og ég get ekki svarað því hvort ég sé það fyrir mér algjörlega gangu upp. Ég held við kannski svona, nú kem ég dálítið að þessu bara sem leikmaður, ég hef ekkert komið að vinnu varðandi einhverjar spugleiningar í kringum þjóðgarðinn eitt slíkt en manni kannski finnst svona líklegt að miðstýringin varðandi þessa hluti verði meiri. Ég veit það verið að hugsa og kom greinilega fram í erindum hérna áðan að menn vilja taka tillit til nær samfélagana og kannski varðandi beitarréttinn þá svona það sem mér finnst svona fallegt maður á að vera væminn við beitarréttinn að hann sem sé réttindi sem fylgja jörðum. Við getum ekkert verið að gambla með hennar rétt, þetta sem sé réttindi sem bundið við ákveðnar jarðir og nýtist þá alltaf nær samfélaginu. En þú eins og þú segir, þú hefur áhyggjur á svona miðstýringu og mögulega ofurmikilli. Mér finnst alveg geta kannski verið umræðefni í þessu. Já, algjörlega. Við bara höldum bara áfram línuna. Gjörðu svo vel.
Já, sælverið þið, Ingibjörg heiti ég Eiríksdóttir, formaður Eldvatna, samtaka náttúruvernd í Skaftárhreppi. Ég get nú svo sem tekið undir margt sem eins og verða vill sem þegar komið fram. Gott samtal, kannski verður efst á blaði. Það er gríðarlega mikilvægt að við séum sátt, við vitum að hverju við erum að ganga og við tölum okkur niður á leiðir til að gera þetta sem að við getum verið, ánægð með tölum okkur niður á þá leiðir sem við getum öll orðið sáttum. Áskoranir, ég held að stóra áskorunin kannski liggur svolítið í innleggi Önnu Dóru fyrr í dag. Og ég var svo glöð, og ég er bara að takka Anna Dóra, því að við getum talað þessa frábæra hugmynd að reisa þjóðgarði sem að getur gefið okkur svo gríðarlega margt, tekið utan þessa viðkvæmu dásamlegu náttúru til framtíðar, en það er líka rosalega mikið af viðvörun og bjöllum sem að fylgja, en það er auðvitað bara okkar að halda þeirri tauma. Ég hef stundum sagt að ferðamenn séu svona eins og hrossastóð sem að ríði yfir hálendi stjórnlaust. Einhverjir hafa fussað og sagt, hvað er þetta að líkja ferðamönnum við hross? Ég er ekki að því, svo sannarlega ekki, en mér finnst samleikingin alveg geta gengið vegna þess að það er bara okkar að taka í tauminn og leiða það hvernig við viljum stýra þessu. Stýring ferðamanna, hún náttúrulega gengur mikið út af bara einfaldar leiðbeiningar, svona grunnstýring, í formi bara maður og mann, landvörslu, í formi skilta, formi ýmsu. Það náttúrulega getur verið stígar og innviðir, en þá erum við kannski líka komin að því sem að mér finnst vera mikil áskorun, og það er að halda hálendinu okkar lágstemdu. Og þótt að stígar geti verið bráðnauðsynlegir í fjölda ferðamennsku, það eiga heldur ekki alls staðar við, og það er kúnst að ákveða hvernig þetta er gert, allt saman. Ég held að þetta sé svona, kannski það helsta sem ég vildi segja, bara vanda okkur rosalega verið þarna að stíga og eitt í viðbót, við þurfum, ger ég ráð fyrir líka að stíga yfir þann þröskuld sem hefur verið okkur erfiður að fara að setja fjöldatakmarkanir á einhvern hátt. Og það þýðir ekki að það megi ekki allir koma á hálendi, við þurfum það bara hluta því að stjórna því hvernig það fer fram. Einmitt. Anna, getur þú tekið undir þetta hjá Sessunaut þínum að einhverju leyti? Já, Anna Geirsdóttir heiti ég og er frá Samtökum ferðaþjónustunnar. Ég get tekið undir mikið af því sem að Ingibjörg segir og Dagbjörg líka, en ég held að samtalið og þessi samvinna sem við þurfum að eiga, og við verðum líka átt okkur á því að hálendið er þarna og við viljum halda þetta til framtíðar. Stór hluti af því er þjóðlenda í dag sem að, með allri virðingu fyrir forsætisráðuneytinu og þeim sem bera ábyrgð á þjóðlendunum, það hafi ekki verið sett mikil kraftur eða verið fókuserað á að sinna því miður. Þess vegna held ég að þjóðgarður sé tækifæri, því að þá myndi vera meira hugsað heildina eins og við höfum upplifað með Vatnajökulsþjóðgarð. Við getum vissulega lært af því sem þar hefur verið, það hefur margt mjög gott verið, en það eru líka feilspor, en það vitum við að það eru bara tækifæri til þess að læra. Ef eitthvað er ekki gert rétt í fyrstu, við getum lært af því. Þannig ég held að til þess að við getum verið nokkuð örugg á því að framtíðarkynslóðir, Íslendinga og annarra, geti reikna með að geta upplifað þetta frábæra land sem við eigum, og við sáum nú myndirnar af að við heldum öll klöknað, þó við höfum vitað af því að þá er þetta stórkostlegt að fá þetta svona samþjappað. Við verðum að huga vel að þessu, við verðum að átta okkur á því hvað þetta er mikil auðlind og við eigum hann ekki ein. Það eru börnin okkar og barnabörnin og allar komandi kynslóðir sem eiga þetta, og þess vegna verðum við að ganga vel þetta, og
með því að það sé opnaður þjóðgarður eða settur þjóðgarður þarna sem að verði samræmd stýring á, þá kannski tekst okkur betur að halda utanum ferðamennina og reyna að stýra þeim. Við eigum ekki að reyna að senda það alla upp á hálendi, sko. Sem betur fer hefur aukningin ekki verið eins mikil í ferðamennsku á hálendinu eins og hún hefur verið í Reykjavíkurborg eða annar staðar, og við þurfum einhvern veginn að halda þessu. Það eru mismunandi ferðamenn sem við erum að fá. Fyrir suma alveg nóg að sjá og vita af Öræfajökli að þetta sé þessi víðátta. Þeir þurfa ekki að fara upp á Öræfajökul. Já, einmitt, og halda einmitt í þetta villta eins og við sáum hérna vel í myndunum og svona. En Ragna Árnadóttir, þú ert aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. Þú ert nú vön því að sitja í hérna svona samráðshópum þar sem að þarf að samþætta ýmis sjónarmið. Þú ert þarna í flugvallamálum til dæmis. Við ætlum nú ekki að fara að ræða staðsetning flugvallarins, heldur betur ekki, en þá kemur aftur á þessari spurningu með úrlausnarefnin og samþætta. Hér heyrast mörg sjónarmið eins og við höfum heyrt í dag og svona, og það þarf einhvern veginn að finna leið til að gera þetta vel þannig að maður sé ekki bara pæli í lægsta samnefnarnum og fái svona kannski of lítið út úr því. Hvernig svona horfir þetta við þér? Já, takk fyrir. Þetta sem hefur verið sagt samtal og samráð bara frábært og við erum að því núna og það búið að vera mjög góð vinna núna undanfarin misseri. Ég satt nú í þessari nefnd sem að var á vegum umhverfisráðuneytisins sem var að kortleggja forsendur. Við Anna vorum hérna og Dagbjört. Þannig að við vorum í þessar nefnd sem vorum að kortleggja forsendurnar og það náttúrulega lykilatriði þegar að fólk sest niður og með mjög ólík sjónarmið á hlutina og ólíka hagsmuni að setjast niður og ræða það hvað erum við sammála og í byrjun vorum við sammála það að safna upplýsingum. Það var bara dálítið mikilvægt skref að vera sammála það. Svo vorum við sammála það að við ætluðum að kortleggja ákveðna hluti, við ætluðum að kortleggja ákveðna hagsmuni og við bárum virðingu fyrir hagsmunum hvors annars og leyfðum líka hvort öðru að kortleggja hagsmuni og þetta var alveg samtal og samræður en þetta var í raun og veru bara mjög gefandi fannst mér. Og það sem mér finnst núna mikilvægt það að við byggjum á þessari vinnu og horfum til þess hvað var þó sett á blað þarna í þessari skýrslu sem svona grunn fyrir að halda áfram og bera virðingu fyrir því að það eru ýmsir hagsmunir. En talandi hagsmuni, þá erum við okkur Íslendingum og væntanlega öðrum tamt að líta á landi eitthvað sem við getum notað. Notað líka til þess að upplifa. Alltaf þurfum við að nota landið. Við horfum ekki mikið á, í þessari umræðu finnst mér ekki bera mikið á það við sem að tala að vernda landi bara til þess að vernda það fyrir öllu. Það við séum nú aðeins heist í dag. Þetta búið frábær, ég fylgdist nú með hérna gegnum netið fyrir kaffi, alveg meira hátta þjónusta, geta gert það. En mér finnst þarna þessi svona, við erum í svona hagsmuna ekki rifrildi, svona samtali í augnablikinu og einu sinni var það þannig að ferðaþjónustan var rosalega cool og það átti að vernda landsvæðið og við fyrir gagnvart orkuvinnslu út af ferðamennsku. Nú svona, er þetta samt svona frábært með alla þessa ferðamenn. Ég segi bara, við verum, þetta pendullin sveiflast og við förum alltaf fram og tilbaka með þetta. Það sem að ég held að sé bara mjög mikilvægt það. Þau sem á endanum taka ákvörðun þetta hafi bara fyrir sér hvað það sem að er undir. Ég held að skipta þessu máli mörk þjóðgarðsins eins og hefur komið fram hér. Það skiptir líka máli hvaða verndarflokkar eru lagðir til grundvallar. Og Nigel Dudley fór mjög vel inn á það, lýsti þessu fyrir okkur og til dæmis þegar kemur að orkuvinnslu og orkuflutningum þá liggur það fyrir að við erum að tala þjóðgarð og miðhálendisþjóðgarð eins og samkvæmt sviðsmynd 1 í skýrslun okkar að þá alveg ljós hvað var orkuvinnslu að jú það möguleiki á því að hafa núverandi virkjan og nýtingu eins og framkom hér áðan. En það ekki möguleika til þess að byggja nýjar virkjanir og allt í lagi, kannski var þetta nú bara einmitt til þess að vera ekki hægt að byggja nýjar virkjanir. En það var líka spursmáli, getum við nýtt betur innviði sem fyrir eru, hindrar að það, mjög gáfulegt að vinna ekki meiri grænu orku þar sem að það skynsamlegt og hefur mínimal áhrif á umhverfið í því loftslags áskorun sem að heimurinn stendur fyrir. Heimurinn, ekki bara við, heimurinn.
og þá spurningin að kortleggja þetta, en ég held að þetta sé á ofboðslega góðri leið, þetta samtal, og ég held við séum einmitt komin úr þeim skotgröfum að segja sko, nú á að eyðileggja allt á hálendinu, eða nú á að, þú veist, og það ég mjög ánægð með það. Sko það ein augljós spurningin í framhaldinu, ferðaþjónustan ekki cool lengur eða? Hún rosalega cool. Hún örugglega meira cool en orkugefin. Já. Hvað finnst ykkur? Fær hún ekki lófatak fyrir þetta? Herðu, en hérna Skúli, það smá kynjahalli á þér, vonandi bara vinnur með það. Þetta sem við höfum verið að ræða, svona, ef þú kemur aðeins inn í þetta, við erum að tala svona stóru áskoranirnar, Jesús, og svona hvernig okkur gengur með þetta allt saman. Þú ert framkvæmdastjóri útivistar fyrir hönd samtaka útivistafélagana. Hvernig svona, hvað segir þú? Já, ég nú byrjaði að taka undir sko það sem að Ingibjörg sagði varðandi vakningu Önnu Dóru áðan, sem var mjög góð og þarna klárlega ein af stóru áskorunum fyrir þjóðgarðinn, það að hvernig ætlum við að halda í þessa upplifun sem að hálendið gefur okkur þegar leið og við erum ætlum að nýta hann til atvinnusköpunar í byggðu landsins og styrkja ferðaþjónustuna og annað slíkt. Ég held að sko, það er náttúrulega kannski engin ein patentlausn en eitt sem að má hafa í huga þar að það skiptir máli hvers konar innviði við byggjum á hálendinu. Þeir innviði sem við erum í dag, þetta frumstæða vegakerfi sem þar, frumstæða gistingar, þetta svona ákveðin fjöldatakmörkun inn á svæðið. Og svo sjálfsagt fleira sem að þarf að koma til þess að sko, stýra þessu massatúrisma inn á svæðið. Og þetta verða alltaf einhver staði sem að verða meira sóttir en aðrir. Við sjáum það náttúrulega nú þegar. Hvað varðar útivistafélögin þá held ég að það sé líka einn áskorun fyrir gagnvart útivistafélögum og sjálfsagt mörgum öðrum að við þurfum að skapa þeim þjóðgarð þannig að þjóðin sé sátt við hann og það sé velvilji við þjóðgarðinn. Það held ég að sé mjög mikilvægt að fá þjóðina með sér og þar á meðal útivistafólk. Það var kannski stigið ákveðið skref í því þegar að útivistafélög og ýmis önnur samtök, náttúruverndarsamtök, skrifuðu undir viljayfirlýsingu stofnun miðhálendisþjóðgarðs. Meginstefið í þeirri viljayfirlýsingu að þessi félög sem að standa henni lýsa sig raunar fylgjandi hugmyndinni á ákveðnum forsendum gefnum. Og í því eru ýmiss konar forsendur en náttúrulega hvað varðar útivist. Við viljum geta stundað útivist sem við gerum í dag áfram á þessu svæði. Erum búin að vera þar áratugi að stunda okkar áhugamál og viljum geta það geti haldið áfram. Þannig að þjóðgarður sem sko, tryggir það og eins og segir í yfirlýsingunni taki fullt tillit til áratugasögulega nýtingar útivistafélaga á miðhálendinu. Ég held að þetta geti verið mjög gott leiðarljós fyrir þá sem að móta þennan þjóðgarð og ég vona að Guðmundur sé búinn að lauma þessari viljayfirlýsingu inn í vinnuna. Þetta kom hann virkilega að því að skapa hana. Gott að vera með ráðherra svona bara í kallfæri til að geta svona gaukað á honum hugmyndum. En mér finnst það svona augljóst eftir daginn í dag, það svo manni finnst bara furðulegt að einmitt þetta sé ekki bara þegar búið að gera sko, að stofna þennan miðhálendisþjóðgarð og svona, það eru auðvitað fjölmörg tækifæri sem að felast í þessu. Getum við svona aðeins svona klára þetta svona á þessum bjartsýnisnótum, sko, hvaða tækifæri eru í stöðinni? Þú horfir svo stíft á mig, mér langar bara að gefa boltan yfir á þig. Ef við tölum bara, ef við fókusum dálítið á, eins og ég segi, tækifærin, þú veist, hvaða möguleikar eru þarna í boði fyrir okkur ef við höldum vel áfram og höldum vel á spöðunum þegar kemur að þessum málflokki? Já, ég get hort miklu stífar. En þá fengum við loksins spurningu sem var önnur tveggja sem fengum tveggja fyrir til að undirbúa okkur fyrir.
Það eru óneitanlega tækifæri, en þannig að ég ætla bara að lesa einu upp það sem ég er búin að punkta hjá mér, svo bætist kannski eitthvað við. Þjóðgarður í dag náttúrulega snýst að stóru hluta tengsl við heimabyggðirnar, atvinnusköpun, og þannig leggur IUCN þá upp í dag, sem er náttúrulega ólíkt því sem við þekktum áður, þegar þetta var svolítið svona bara nánast eins og í glerkassa, þótt að kassin hafi kannski ekki verið til staðar. Atvinnuuppbygging á jaðarsvæðum, mikil tækifæri fyrir ferðaþjónustu og annað, meðal annars landbúnað. Og þetta þarf náttúrulega bara að vinna vel með áherslu þá á, og það er nú ein kúnstinn að fjármagnið verði eftir í heimabyggð. Og þarna er til dæmis mikið samspil við landbúnað og annað atvinnulíf, gríðarlega mikilvægt. Jarðvangarnir hafa svolítið verið að vinna með þetta, það er hægt að líta til þess sem að það hefur verið gert til að mynda. Svo hef ég sagt hérna eitthvað stýringu á ferðamönnum sem er kannski þegar búið að nefna. En sem sagt stýringin hún kallar líka á, við erum þegar með talsvert magn af ferðamönnum upp á hálendi, þótt að samkvæmt tölum sem hefur verið sýndar hérna það hefur náttúrulega ekkert verið að aukast að sama skapi og heilt yfir landi, en þetta er talsverð umferð af fólki samt á mjög viðkvæmu svæði. Og við í rauninni þurfum regluverk friðlýsts svæðis til þess að geta tekið hana í einhverja tauma. Og þannig að til að hlífa viðkvæmum svæðum eiga, pikka út einhver meiri sparisvæði sem eru þá meira fyrir náttúruunendur og þá sem að þurfa kannski og eru að sækjast eftir meiri náttúruupplifun og þurfa meira rými heldur en þeir þjónustusinnari. Og það er fyrir þau ykkar sem hafa eitthvað farið yfir Sprengisand til að mynda á undanfarnum árum, þá er þar mjög nærtækt dæmi þar sem að smá flís úranum miðbik sandsins kringu Nýjadal eða Jökuldal eftir í hvaðan við erum. Það er smábútur sem er innan þjóðgarðs búin að vera síðan 2008 og það er ofboðslegu munur, vil ég segja, að sjá þar umgengni fyrir og eftir garð. Það er bara þannig. Það er bara haldið utanum, það er landvarslan, það er haldið utanum, utanvegaförum haldið niðri, gerum allt sem við getum til að veita fræðslu og til að vera fyrirbyggjandi. Og þetta búið að byggja upp göngulegir og svona hlúsaldið að náttúruupplifun líka. En þú sérð þetta alveg, það er allt í utanvegaförum, sunnan og norðan við. Það er bara svoleiðis. Nei, þetta er ekkert til að hlæja. Ég bara býð ykkur til að koma og kíkja á þetta. Bara leggja áherslu á málið. Er þetta ekki ágætt? Þú bara starir á mig ef þú vilt fá mikrofóninn á. Ég á talsett eftir inni í því en þá. Já, eitthvað segir mér að það sé alveg rétt. Heyrðu, en við höldum bara áfram. Oddný Steina, mig langar bara að gefa boltan yfir á þig. Þannig að ef við erum að tala tækifærin og þessar svona jákvæðu hliðar sem tengist þessu. Já, ég kannski gríp niður þar sem að Íbí var. Það er allavega augljóst á Snæfellsnesi horfa menn til tækifærana í því að fá meira fjármagn til innviðauppbygginga. Það er augljóst. Við getum auðvitað gert það hvort sem við erum með þjóðgarð eða ekki og það þarf að gera, það er alveg ljóst. Þannig að og ná utanum umferð ferðafólks. Það er ekkert betra að hafa ábeitt ferðamanna heldur en fjár. Þannig að það er mjög mikilvægt. Það hefur verið talað tækifæri varðandi atvinnutækifæri og þá aftur af því að ríkið er til í að setja, eða hið opinbera þá kannski tilbúið að setja í fjármagn í landvörslu, frekar af því að það heitir þjóðgarður en ekki og eflaust er það jákvætt og hefur kannski verið svona reynsla af einhverjum þjóðgarðum. Hvað ætlaði nú að hafa þetta? Það var eitthvað rosalega mikilvægt sem ég var búin að hugsa líka. Samspili við landbúnaðinn, já, það var talað dálítið menningu og sögu og þetta er við hálendið býr yfir rosalega merkilegri sögu sem að heita Smalanir og svona, já, þessi nýtingarsaga gegnum tíðina, það væri alveg hægt að gera mikið meira með það. Býtu, er ekki eitthvað gott safn bara þarna í bígerð? Örugglega. Smalanir, ég meina, er þetta ekki augljóst?
það þarf að vinna helling í því að safna frásögnum og sögum. Það er svona einhver menningararfur. Það eru margir fjallægjandar örugglega til breytt um landið. Já. Ég kannski svona læti þetta bara döðu í bili. Dagbjört, það er bara gefið yfir á þig þessar björtu hliðar málsins. Já, ég er nú svo bjartsýn. Sko, tækifærin, það fer alveg eftir því hvernig við ætlum að gera þetta. Hvernig við stöndum að þessu. Og sko, eitt tækifærið er náttúrulega það að vernda náttúruna. Það náttúrulega liggur ljóst við. Og ég held að sko, hvort sem að vera stofnaði þjóðgarður eða ekki, þá á umferð eftir að aukast á miðhálendinu. Þannig að tækifærið er náttúrulega það að stýra einhvern veginn umferðinni. En leið og í stofnuð þjóðgarð þá erum við kannski líka að opna ennþá frekar á, eins og hefur komið fram, að fólk komi inn á hálendinu. Varðandi atvinnuuppbyggingu, þá getur hún auðvitað átt sér stað bæði innan garðsins og í jaðri garðsins og í nærsamfélaginu og auðvitað skiptir þetta máli hvaða fjármagn fylgir með svona stórri framkvæmd og þá er maður að hugsa eins og ýmis svona þekkingarstörf og landvarsla og fræðsla og allt sem getur bara mér skipta mjög miklu máli og það er náttúrulega auðvitað störf sem að geta verið í nágrenni við sem að eru þá í heimabyggð ef maður hugsa sem svo sem að auðvitað skiptir máli. Og svo þetta ferðaþjónustan, en mér finnst líka bara mjög mikilvægt að kannski er ég núna að tala aftur áskoranirnar, að það er bara það að við séum ekki að því að nú eru þetta ákveðin nýting á miðhálendinu og að við séum ekki að hleypa einhverju öðru inn til að takmarka það sem fyrir sem að kannski svo bara verður til þess að við förum ennþá verið með svæði. Og þess vegna þurfum við að vanda okkur rosalega vel. Ég held að allir séu dálítið mjög sammála það. Anna, hvað segir þú svona í lokin? Ég held að sko, þetta er gífurlega gott tækifæri til samvinnu og vera ekki í skotgröfunum, heldur reyna að vinna saman þessir atvinnuvegir og hvort sem það er landbúnaður, ferðaþjónusta, orkuvinnslan nú þegar á hálendinu og sko við sáum í könnunni hjá Önnu að lónin virðast ekki vera að trufla ferðamennina varðandi náttúruupplifun, sáum við í Súlónu hjá henni og það getur farið saman þarna og ég held að með því að ramma þetta inn í þjóðgarð sem með alla aðilana við borði þar sem að tekið tillit til allra að þá getum við byggt upp sjálfbæra atvinnuvegi leið og við erum að vernda náttúruna. Skúli, þú komst nú aðeins inn á þetta að vera meiri tækifæri í útivistinni og ýmsum svona þannig greinum. Varðandi svona tækifærin eitthvað meira sem þið langar að tína til? Já, ég kannski nefna tækifæri í náttúruvernd og þeim tækifærum sem það kemur kannski á vissu leyti aftur á því sem ég var að tala um áðan sem er það að ég sé þetta sem tækifæri til þess að tryggja verndun hálendis til framtíðar sem óbyggðir eða víðerni ef ég vilja nota en ég vil gjarnan nota orðið óbyggðir. Þegar ég var að byrja að fara að fjölla þá fórum við í óbyggðaferð, hlustuðum Ómar Ragnarsson syngi óbyggðaferðir og þetta hefur alltaf verið fyrir mér stóru verðmætin í hálendinu, þessi einfalli struktúr sem þar við erum langt frá öllum þessum stóru mannverkjum sem að menn eru alltaf að koma upp í kringum sig og við getum upplifað fallega náttúru víða ströndina, út af Reykjanesi og út allt en þarna eitthvað sem við fáum ekki annars staðar en upp á hálendinu og það mínum huga þjóðgarðurinn fyrst og fremst tækifæri til þess að vernda þetta. En þetta eru fleiri tækifæri þarna og náttúrulega verið að tala atvinnustarfsemina og þegar á fyrstu árum Vatnajökulsþjóðgarðs þá var ég í svæðisráði suðursvæðis fyrir Vatnajökulsþjóðgarð
Þar töluðu menn, sem er svolítið skemmtilegt að heyra, að þjóðgarðurinn okkar stóriðja. Þannig að fyrir þeim var þetta stóra atvinnutækifærið í sveitarfélaginu. Og þá er þetta leið kannski vegur á móti því að þeim tekjumissi sem að við höfum hugsanlega því að við ekki að taka hálendi undir orkuna. Já, takk fyrir það. Við fyrir nú svona að ljúka þessu hverju, Ragna, þú átt eiginlega bara að loka orðið hérna. Þú ætlar að segja okkur svona örlítið hvað þú segir um þetta, tækifærin og svona möguleikarnir sem að felast í þessu sem eru auðvitað fjölmargir. Já, takk fyrir það. Ég er ekki tækifærið fólki í því að þarna gefst okkur kostur á að horfa á ákveðið landsvæði, hvernig svo sem það er síðan afmarkað að lokum. Við getum skipulagt það og stjórna því með svona langtíma hagsmuni í huga og við tökum svona víðtæka heildarnálgun á það. Ég sé það hlýtur að vera tækifæri. Það hlýtur að fela í sér að það þarf að leggja töluvert í að rannsaka það og kortleggja það betur til þess að geta tekið ákvörðun verndun og stjórnun svæðisins, þannig að það hlýtur ótvírætt að vera tækifæri. Svo náttúrulega líka er þessi orkutengda ferðamennska, ef við talum út frá orkugerum, það hlýtur líka að vera tækifæri því að það er nú svona hvað ferðamönnum finnst lón eða stöðuvötn eða hvað, mér finnst það einhvern veginn aldrei rök, hvora áttina sem er að tala svona hvernig, já ég veit það ekki allavega, mér finnst allavega að víðernið okkar er verðmætt og við höfum auðvitað að passa upp á það og við þurfum að passa upp á þau mannvirki sem að þarna og þau falli vel að landslæginu. En sem sagt, ég sé bara fyrir mér að þarna sé verndun og skynsamleg nýting bara í anda okkar Íslendinga og við getum látið það passa saman hvernig við verndum okkar perlur og hvernig við svo nýtum á skynsaman og sjálfbæran hátt þau svæð og þær auðlindir sem að við kjósum að nýta því þetta er í okkar höndum. Já. Þetta er svo sannarlega í okkar höndum og eins og við höfum nú fengið að heyra í dag frá alls konar sjónarhornum. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og spjalla og ræða málin og hvet fólk til að gefa svo tal við þetta góða fólk frammi þegar við slítum þessu degi hér rétt á eftir. Hann Guðmundur Ingi ætlar aðeins að tala við okkur í lokin. En þakka ykkur kærlega fyrir. Já, það eru færri en voru í upphafi. Það er svona. Það er greinilega ekki allir sem ætla að fara í kokteilinn. En mig langar nú að þakka öllum þessum frábæru fyrirlesurum fyrir að koma hér fram í dag og gefa tíma sínum í það. And to turn a little bit into English, I want to thank all of the speakers for coming here, especially those who are coming from far away. And I also want to mention that the Ministry for the Environment and Natural Resources is cooperating with the US Embassy on exchanging views and ideas. So we visited the National Park Service 1.5 months ago, and we are now with Lizzie here. So that's through that cooperation, we will continue that also for re-education or further education for park rangers. And many thanks to all of you who contributed today, our foreign guests. Og aftur á íslenskuna, mér búið að finnast þetta að vera mjög góður dagur og vil þakka ykkur fyrir að vera og koma og taka þátt. Það eru rosalega stór verkefni framöndan, ekki síst þegar kemur að miðhálendisþjóðgarðinum, og ég vil bara taka sérstaklega undir það að þar nú þegar unnið mjög víða, mjög gott starf. Og við þurfum að passa upp á það að það fólk sem er í þeirri stöðu geti haldið áfram að vinna það góða starf sem að það þar vinnur. Hvort sem að það eru sveitarfélög, landeigendur, bændur, ferðafélög eða hverjir það eru. Það er mjög mikilvægt vegna þess að þetta er sameign okkar allra. En við líka taka undir það að auðvitað vernd miðhálendisins til þess að vernda náttúruna. Og það meginstefið, en það býr líka til ótal tækifæri fyrir okkur öll.
Áður en að ég hleyp ykkur í léttu veitingarnar, að þá langar mig að lokum að þakka starfsfólki umhverfisráðuneytisins kærlega fyrir að skipuleggja þetta góða málþing og ég vona að sé ekki á neinn halla þó svo ég nefni 5 nöfn: Steinar Kaldal, Bergþóru Njálu Guðmundsdóttur, Þorbjörgu Auði Ævar Sveinsdóttur, þarna kom það, það var bara pláss fyrir þrennt. Og þannig datt ég út Anfríður Skarphéðinsdóttur og Sigríður Víðis Jóns og þið hinn að sjálfsögðu öll, en ykkur sérstaklega fyrir komuna og eigið góða heimferð og njótið veitingana. Takk.